sýndu trúlega sinn besta leik á tímabilinu gegn Íslands- og bikarmeisturum Fram og það var ekki bara í vörninni eða sókninni, það var bara allur leikur liðsins sem var mjög heilsteyptur og varnarleikurinn gefur tóninn. Já, þeir voru bara ótrúlega flottir og mættu einhvern veginn með bara miklu meiri spirit í þennan leik heldur maður hefur séð á í leikjunum. Jón Bragi ekki með þeim, ekki Ísak Logi heldur. Já, akkurat. Jónas Geir meiddur og Ísak Logi veikur og tóku ekki þátt, en þrátt fyrir það voru bara Ólafur Brim og Hans Jörgen mest allan tíman í vörninni og voru bara hrikalega flottir og spiluðu voru mjög góða og sterka vörn og voru að koma framurum bara í mjög erfiðar stöður og bara koma þeim í gildrur í raun og veru það sem eru bara að missa boltann. Vissulega mjög slakur leikur hjá frömmurum sem kannski tölum aðeins betur á eftir en mér finnst líka bara vörnin það góðir voru að koma með vandræði, voru að ná að stela mörgum boltum og svo var líka voru að keyra vel völlin og eins og þarna bara svona seinnibylgja sem eru að koma bara þéttir upp allt liðið koma, gefa aðeins í næsta gír og skora þessi seinnibylgju mörk og gerðu það mjög vel í leiknum. Heilt yfir bara mjög flottur leikur á Stjörnunni og talningin bara mikilvægi fyrir Stjörnumenn að vinna þennan leik og taka þessi 2 stig eftir frekar brösulegt gengi undanfarið. Og kannski það sem var besta við þetta að það var þessi sterka liðsheild. Það voru allir sem voru með hlutverk og skiluðu því mjög vel. Já, það var nefnilega bara ótrúlega gaman að sjá það. Eins og segi, það var einhvern veginn allt annar andi yfir liðinu. Þeir náttúrulega skora 21 mark í fyrri hálfleik sem er bara ótrúlega tölur og það eru 10 leikmenn sem komast á blað, 10 leikmenn sem eru með mark 1 og uppi markahæsti leikmenn var með 3 mörk, þannig að það dreifðist alveg gríðarlega vel sem náttúrulega bara merki bara góða liðsheild og hvernig bara liðsigur hjá þeim.